Ég heiti Halldór Guðmundsson, stjóri hér á Öldrunarheimilinu Akureyrar og ég ætla að leysa stjóri Svavar af. Hann þurfti að fara að láta fermingarbörnin taka próf. Mér langar til þess að minna ykkur á að skrá ykkur eða merkja við á blöðunum sem þarna á borðinu. Þeir sem mögulega eiga eftir að gera það. En við eigum eftir, við búum með svona fyrir hlutan. Næsti hluti að fjalla aðeins það hvernig málin horfa við missi. Og það sem að núna tekur við að fá Karl Eskil Pálsson. Þetta ég sé með réttri röð. Karl Eskil Pálsson, aðstandenda til þess að segja frá sinni reynslu og síðan kemur Þorgerður Þorgeirsdóttir á eftir honum. Komið sæl. Þegar Halldór forstöðumaður Öldrunarstofnana hringdi í mig og var að setja hugleiðingur þjónustu og fleira í tengslum við andlát móður minnar, þá svo sem þurfti ég þurfti ekki langan umhugsunartíma til að gefa svar sem var sem sagt jákvætt. Og ég spurði Halldór strax, viltu ég verði jákvæður að neikvæður? Og hann sagði ég verði því, þannig að ég svona verði bæði. En mér líka fannst að starfsfólk og aðri sem að veittu móður minni og okkur aðstandendum þjónustu og aðstoð ættu hreinlega inni hjá mér slíkt erindi. Þannig gæti ég eftir vill þakkað fyrir mig og okkur og kannski lagt eitthvað á vogarskálarnar. En ég sem sagt aðstandandi. Og móðir minn, Eivor Jónsson, hún bjó í Bandagerði sem er, eins og þið náttúrulega vitið, ein deild lögmannsliðar. En eins og gera má ráð fyrir, þá það stórt skref að stíga fyrir aldraðan einstakling að yfirgefa heimilið sitt og fara inn á öldrunarstofnun og jafnvel þótt að það teljist heimilið. Og í okkar tilviki þá var aðdragandinn tiltölulega skammur. Mamma var fyrir áfalli í byrjun árs 2011 og eftir legu á sjúkrahúsi þá lá leiðin inn í Kristnes og þaðan inn í hvíldarinnlögn í Kjarnalundi. Og hvíldarinnlögnin hún breyttist svo í fast pláss nokkrum mánuðum síðar. Þegar Kjarnalundi var lokað fyrir fullt og allt, þá var mamma íbúin í Lögmannshlíð og hún var með fyrstu íbúa Bandagerðis sem sem sagt heimili á Lögmannshlíð fyrir Alzheimer sjúklinga. Og mamma hún lést í maí í fyrra. Samkvæmt nýjustu tölum sem ég heyri svona þá meðal dvalartími fólks á öldrunarstofnunum hérna á Íslandi 3 ár, það var sagt hérna áðan að 2 ár hérna fyrir norðan, en ég geri ráð fyrir að tíminn sé eitthvað svipað hérna á Akureyri og annars staðar. En svo ég tali og hugsi sem aðstandandi, svona það sem ég segi við ykkur, þetta eru svona mínar hugsanir sem ég bara smelti hérna niður á blað, þá vil ég fyrst nefna það að þegar fast pláss í Kjarnalundi var í höfn, þá komst maður ekki hjá því að hugsa að andlát, eða dauðinn, væri handalegofnið. Og svo ekki sem minnst á mömmu, og hún náttúrulega hugsaði, og sko svipaði á sömu nótum, að öldrunarstofnun væri ávísun á vanmátt, ósjálfstæði og heimilið væri biðstöð dauðans. Mamma hún sænsk að uppruna, fædd 1927
og fluttist hingað ungað aldri. Hún kynntist pabba ytra og ástin leiddi hana hingað upp og hún átti þess vegna enga ættingja hérna á Íslandi og aðeins eitt af 5 börnum hennar, eða þeirra, býr á Eyjafjarðarsvæðinu, það er sem sagt ég. Og ég hugsaði mikið þetta, þar að segja að mamma ætti enga ættingja og stundum fannst mér eins og allir aðrir í Kjarnalundi eða Bandagerði fengju miklu fleiri heimsóknir en mamma. Mamma bjó að vísu 2 síðustu áratugina hérna á Akureyri og var mjög félagslynd. Þannig að hún átti stóran og öflugan vinahóp. Og það kom líka berlega í ljós í byrjun að vinirnir þeir ræktuðu mömmu sannarlega vel. En vegna veikinda sinna gaf minnið sig nokkuð hratt hjá því og kannski þess vegna fækkaði heimsóknum flestra vina nokkuð fljótt að mér fannst nota þenni. Ég er ekki að nefna þetta sérstaklega þannig að ég sé að hnýta í vini mömmu, það er síðan svo. Þannig er bara lífsins gangur. Skyldleikinn var ekki fyrir hendi. Og þess vegna kannski voru tengslin ekki eins sterk. En á þessu voru líka góða undantekningar, það skal undirstrikað. En sem betur þegar þá er nú Kjarnalundur liðin tíð. Húsnæðið er barnsins tíma og fátt sem minnir á heimil út í það farið í Kjarnalundi. Herbergin voru afskaplega lítil og svo lítil að varla var pláss nema fyrir rúm, 1 stór, kommóðu og varla mikið meira. Gangarnir þröngir og aðstæður tómstundastarfs og umönnunar takmörkuð. Og ef við erum sammála að öldrunarheimili sé síðasta heimili fólks, biðsalur dauðans, þá heyrist mér að Kjarnalundur hafi nú ekki skorað hátt. En auðvitað má líka margt segja, gott segir Kjarnalund, húsnæðið var ekki handlað sem öldrunarstofnun og þess sáust merki. Nú sem fréttamaður í 2 áratuginn, þá hef ég fyrst ágætlega með starfsemi öldrunarstofnunar Akureyrar, hef til dæmis tekið nokkur viðtölin Edenstefnuna og Akureyrarmódelið svokallaða sem að margir öfunda okkur af. Og víst er að á Akureyri þá er margt vel gert á sviði öldrunarmála miðað við aðrar staðir landsins. En þið megið ekki gleyma því, eða við megum ekki gleyma því, við höfum ekki gleyma okkur í þessum samanburði, heldur að vera alltaf vakandi og alltaf að hugsa hvernig megi bæta þjónustuna enn frekar. Kynslóðin sem að núna er að flytjast inn á öldrunarheimilin, hún er allt annan hugsunarhátt heldur en kynslóðunar sem að koma eftir 10 ár eða eftir 20 ár. Og þessi kynslóð sem var komin á öldrunarheimilin núna er allt annan hugsunarhátt heldur en fólki sem að hlutist inn fyrir 10-15 árum. Þannig að þetta er síbreytilegt. Og fyrir mömmu og okkur aðstandendur var það mikið happafengur að hún skyldi fá inn á lögmaklíð. Enda töluðu við systkinin oft hversu heppin þið væru. Húsnæði lögmannshlíðar er hannað til að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni sem gengur meðal annars á að eyða einmannaleika, hjálparleysi, leiða og síðan ekki síst að íbúarnir njóti lífsgæða eins og hægt er. Og lögmannshlíð og Kjarnalundur eru svo svart og hvít. Íbúðirnar í lögmannshlíð þær eru nokkuð rúmgóðar, þannig að íbúarnir geta fengið fyrir sín sófasett, bækur og ýmsa persónulega muni. Og þegar maður fer út úr íbúð í lögmannshlíð er strax komin í eldhúsið sem er hjarta hvers heimilis. Og þar fyrir innan stofan og eldhúsinu sést vel út í garðinn. Ég hef oft hugsað hversu ágætlega lögmannshlíð er hönnuð. Þannig að fólk fái það virkilega á tilfinninguna að það sé heima hjá sér. Þetta er ekki svo lítið atriði, þannig að maður líður vel, maður sé heima hjá sér. Það er hönnun hússins. Eldhúsið hjá mömmu í Melasíðu, það var hjarta heimilisins. Rétt eins og Bandagerði.
Og þegar maður hugsar þjónustuna við mömmu og okkur aðstandendur, þá segi ég það alveg bara frá mínu hjarta að starfsfólkið í lögmarki, það kemur fyrst upp í hugan. Og sérstaklega almennt starfsfólk. Og ef ég þjeppa þessum hugsunum mínum saman niður í 2 til 3 orð, þá dettur mér helst í hug heilindi, virðing og fagmennska. Á svo handa 3 orð: heilindi, virðing og fagmennska. Og kannski getum við bara að kalla þetta HVF-módelið. Við erum alltaf svo hrifin af módelum og svoleiðis. Fyrst H-ið, heilindi. Í bandagerði, það sem ég þekkti, starfa margar konur og reyndar einn karl, sem ekki gleyma á honum, sem að hafa annars aldrað fólk svo áratugum skiptir. Og launin, þau eru tiltölulega lág. Þannig að þessar konur, þær hafa í lengst þarna, eða í þessum geita, vegna þess að starfið þeirra lífshugsjón. Það njóta þess að starfa á slíkri stofnun. Og þegar þannig verða þær heilar í starfinu, sem að verður seint full þakkað og kallinu auðvitað líka. En þetta sem sagt H-ið. Og þegar þannig þá verður virðingin líka ósjálfrátt fylgi fiskur hásins, heilindana. Sem sagt vaffið, virðingin. Og ég skynjaði það svo sterkt í bandagerði að virðing starfsfólksins fyrir heimilisfólki var og sönn og einlæg. Og þegar maður setur heilindi og virðingu, það segja H-ið og vaffið, í sömu skálina, hræðir þið saman, þá hlýtur útkoman að verða fagmennska F-ið. En fagmennska, hún reynda kynnt í skólum. En ég held að ef að heilindin og virðingin væri ekki til staðar á þessum stofnunum, þá væri ekkert F til, sem sagt, fagmennska. En auðvitað náttúrulega var maður þess stundum áskynja að starfsfólki vildi gera ýmislegt sem ekki var gerlegt. Einfaldlega vegna þess að peningar ekki til. Og þannig verður staðan hjá ykkur á örugglega ókomna tíð, hvort sem hann í kjölfar kreppu eða á fóðæristímum. Við getum haldið því líka fram að ETA-stefna sé ansi góð á blaði, en stundum síður í framkvæmd vegna peningaleysis. Ég má til með að nefna það hérna, svona til að vera neikvæður, að það getur alla verið í bókum ETA-stefnunar að erlent fólk þrífi íbúðirnar og íbúarnir geti lítið eða ekki talað við vestlingafólkið vegna tungumála erfiðleika. Er það í ETA-stefnunni? Nei, það eru peningar sem ráða fyrir. Svona einhverju leyti, kannski líka mannegla. En ETA-stefnan hefur það að leiðarljósi að skapa samfélag þar sem að atburðir gerast óundirbúnir. Ef einhver langar í vöfflur, þá bara dreifið í að baka vöfflur. Þótt slíkur bakstur hafði ekki verið á prentari dagskrá. Þannig var það bandagerði og þetta líka þannig á venjulegum heimilum. Það ekki allt planlagt. Og með slíkum hugsunarhætti þá líkt eftir venjulegu heimili, eða þess að bandagerði gert að venjulegu heimili. Og markmiðið auðvitað heimilisfólki njóti lífsins, eða lífsgæða eins og það heitir á stofnanamáli. En með innleiðingu hugmyndafræðina þá breytist líklega margt hjá starfsfólki. En ég held að slíka stefnu eins og ETA-stefnuna sé bara alls ekki hægt að innleiða nema virðing, heilindi og fagmennska, sem sagt VHF-módelið, sé til staðar hjá starfsfólki, sem ekki gleyma því. Öldrunarstofnunum stundum líkt í járnbrautastöð,
farþegarnir eru íbúarnir, þeir koma og fara. Og ég ætla að segja frá tveimur dæmum heilindi og virðingu starfsfólksins. Þegar mamma kom þarna inn, þá fannst mér starfsfólkið almennt hafa einlægan áhuga á að kynnast henni. Munið eftir því að ég hugsaði svo mikið þetta og það einstæðingur, útættingurinn. Starfsfólkið spurði strax uppruna og lífslaup og vildi kynnast fjölskyldunni og skoðunum hennar. Og þessi ríki áhugi sýndi fyrir mér og sannaði heilindin í starfið. Þetta kemur þetta sjálfum sér. Áhugin var alveg gegn heill. Þetta var mér mikils virði vegna uppruna hennar sem ég nefndi á. Útför mömmu var gerð frá Siglufjarðarkirkju síðasta sumar og þangað mættu 2 starfsmenn bandagerðis. Okkur aðstandendum hlýnaði hjartarætur og enn á ný voru það heilindin sem voru undirstrikuð þarna og virðingin. Þetta fólk kom þangað í sínu frítíma alveg klárlega. Mamma vildi láta jarða sig í kyrrþyngd og þessi starfsmenn myndu greinilega kveðja sína vinkonu. Það fann ég greinilega fyrir og eftir útförina. Daginn þá var ég starfið í ríkinu átíðaferð. Við afgreiðslukassan þá hitti ég konu sem annaðist mömmu. Við höfðum ekki séð hvort annað eftir að mamma kvaddi. Hún sagði mér að hún hefði verið á Siglufirði einhverjum vikum áður og farið í kirkjugarðinn til þess að heimsækja leiðið, eða hún leitaði að leiðinu. Og hún náttúrulega hefði ekki gert þetta nema einlægar virðingar við hana. Skulum hafa í huga þessi kona, hún þekkti mömmu ekki neitt áður en þær kynntust til bandagerði. Og ég held sveinar á þessi andartök við afgreiðslukassan í ríkinu hafi verið þau áhrifaríkustu í langan tíma og virðingin var gegn heil og sömuleiðis heilindin. Ég gekk með bjór og hún hugsi hvítið svo við. En þarna var þess að engin yfirborðsmennska. Og þessi kona, ég veit að hún hefur starfað í árabil lengi á öldrunarstofnunum. Ekki launanna vegna, heldur örugglega hugsjón veitir henni lífsfyllingu einhverja. Í mínum huga sem sagt uppfinnist slíkt starfsfólk Eden-hugmyndafræðina og gerði löngu áður en þau fræði voru sett á blað. Þetta starfsfólk hafa fyrir löngu búið að uppfylla eða finna Eden-stefnuna. Það er bara sérfræðingar. Ég vil líka nefna hérna sérstaklega stundirnar sem við nánustu ættingjar áttum í bandagerðin fara að segja síðustu daginn áður mamma kvaddi þennan heim, svo næstu dagar þar á eftir. Við fengum boð frá læknum að mamma gæti kvatt á næstu nokkrum dögum sem reyndist rétt og allt viðmót starfsfólksins var afskaplega hlýlegt og laust við að vera yfirborðskennt. Það fann maður vel. HVF-módelið virkaði vel. Heilindin, virðingin og fagmennska á þessum síðustu dögum okkar. Mamma lést seint á laugardagskvöldi og minn huga kom að hringja í prestinn. Og hann bauðst strax til að koma og eiga með okkur kyrrastund sem við þáðum og þrátt fyrir laugardagskvöldi, kannski hann var á stendur bíómynda, ekki hugmyndu hvað, hvernig stóð á í honum. En þá var það eins og hann hefði allan heimsins tíma aflögu. Og ég tók eftir þessu sérstaklega og þessi kyrrastund hún var okkur mikils virði. Og ég hafði líka heyrt að það þyrfti að rýma íbúðina strax eftir andlát og spurðist fyrir þarna bara nóttina. Takið ykkur bara á þann tíma sem þið þurfið var svarið til bandagerði. Þetta kom okkur þægilega á óvart. Og eins og það heyrist þá virðist ég vera nokkuð sáttur við þjónustuna frá því að mamma fluttist í bandagerði og ég það sannarlega. En eins og góðum fréttamannisnæmi þarf náttúrulega líka að koma með eitthvað neikvætt. Mér dettur, og það er bara ofarlega í mínum huga, viðtölur sem að tekin voru tengslum við greiningu á því hvort að mamma ætti að fá fast pláss
á öldrunarstofnunum á Akureyri. Og við höfðum heyrt margar sögur, þið þekkið allt saman. Og við undirbjugum okkur samkvæmt þeim, nánast eins og fara bara í strandmunnað próf. Og þegar hafði verið úrskurðað að mamma gæti ekki verið ein heima, það lá bara fyrir. En samt sem okkur, þá vorum við spurð af því hvort ekki væri í stöðin að eitthvað barnanna tækja hennar sitt heimili. Ég að vissu eina barni hérna fyrir norðan og gat það ekki nema hættar henni að vinna. Og þá datt kerfinu í huga að systkinin gætu komast til skiptis norður sem Helga þess að lesa mig af. En við mögum ekki glemma því sko að ég horfði frukt á það, ég horfði bara frá mömmu. En svo aftur þess að voru taka viðtölin, þau kannski voru það í 4 viðtöl á eftir mér. Þannig að beilis það langir þannig að hafa það í huga og þannig að það sé sagt. En sjálfsagt voru langir byggjast á þessum tíma, en samkvæmt stefnumótun bæjarins í öldrunarmálum þá var einsýn að leiðin að örugg og plássi, hún átti að vera okkur greið, en okkur fannst það ekkert á þessum tíma. Við sem vorum þá spurðum það hvort ekki væri leiði til að taka mömmu inn á heimili barna sína, eða þá að hún fengi mikla aðstoð og umönnun á heimilu sínu og tæknilega fullkomin vöktunarbúnað. Það yfirleitt. Það bara að vera þið bara fóðu tæki og græjur. Ef hún hreyfir sig í nóttina, þá hringir viðvörunarkerfi, ef þið fram. Það ekkert yfirleitt, það ekki að segja með það. En sem betur þegar þá fekk hún á endanum öruggt pláss, eða bara mjög fljótlega. Og tíminn minn hann sjálfsagt búinn að reikna það bil, en niðurstaðan mín í þessum pælingum að öldrunarstofnanir hafa tekið miklum breytingum. Sem betur fer eru nýjar byggingar að reisa hólmi gamla og úreltar. En það þarf að halda áfram öldrunum fjölga hratt á næstu árum og áratugum. Heilindi, virðing og fagmennska almenns starfsfólks sem rauði þráðurinn í mínum huga í starfsemi þess öldrunarheimilis sem ég þekki. Konurnar sem ég talaði áðan og karlinn með öðrum orðum kjölfestan í starfseminni. Og fyrir mína hönd og systkina þá viljum við sérstaklega þakka starfsfólkinu á gólfinu sem vinnur kraftaverk á hverjum einasta degi ársins. Og ég ekkert að lasta annað starfsfólk síður en svo, en hugsanir mínar og okkar systkina það hafa sérstaklega beinst af starfsfólkinu, af gólfinu, því verður sér takkað. Takk ykkur fyrir og gangi ykkur svo vel ykkar mikilvægur störf.